Þá kom að 7. lið á dagskrá, það er Rangavelli 4, umsókn um stækkun lóðar, til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Er að ræða 7. lið í fundargerð skipulagsráðs frá 30. október síðastliðnum. Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga breytingu á deiluskipulagi iðnaðar- og athafnasvæðis á Rangárvöllum sem nær til lóða 3, 4 og 6 ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Og með leyfi forseta vil ég fá að fara eins yfir þessar innkomnu umsagnir og athugasemdir. En Landsnet gerir ekki athugasemd við tillöguna þar sem brugðist var við fyrri ábendingum meðan tillagan var í vinnslu. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra vekur athygli á ósamræmi í tillögunni varðandi stækkun lóðar númer 4 við Rangárvelli og við ákvörðun bæjarstjórnar. Þetta verður lagfært með þeim hætti að texti mögulega stækkun lóðar 4 síðar verður fjarlægður af uppdrætti. Heilbrigðiseftirlitið áréttar mikilvægi þess að verklag og aðgerðir vegna hávaða og mengunar verði með þeim hætti að ekki verði óþægindi að ræða í nálægðri íbúðabyggð. Í deiluskipulaginu eru settar kröfur sem miðast að því að lágmarka hættu vegna mengunar frá svæðinu, bæði hvað varðar ryk og hávaða. Þá er gert ráð fyrir að skert verði á þessum kröfum í ferli við útgáfu starfsleyfis ef þess er talin þörf. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra telur mikilvægt að afla grunngagna hávaða og loftmengun á svæðinu svo hægt sé að bera saman mælingar fyrir og eftir breytta notkun. En í deiluskipulaginu er sett ákveðin mörk sem varða hámarksmengun frá svæðinu og því er ekki talin þörf á að afla gagna núverandi ástand. Hverfisnefnd Giljahverfis kom einnig með umsagnir og athugasemd. Þeir segja að deiluskipulagsbreytingin sé í ósamræmi við aðalskipulagi þar sem svæði er skilgreint sem svæði fyrir aðveitustöð rafveitu, en það er mat skipulagsráðs að breytingin sé í samræmi við gildandi aðalskipulag. Núverandi deiluskipulag var á sínum tíma auglýst sem athafnasvæði Landsvirkjunar, Rarik og Norðurorku og ekki sé ásættanlegt að yfirfæra það samþykja á mengandi iðnað eins og steypu einingar verksmiðju. Í deiluskipulaginu eru settar kröfur mengun frá svæðinu án þess að tilgreint sé sérstaklega hvaða starfsemi er heimil. Hverfisnefndin bendir á að með því að leyfa starfsemi steypu einingar verksmiðju er óumflýjanlegt að steypustöð fylgi með. Í skilmálum deiluskipulagsins kemur fram að rykmengandi starfsemi svo sem steypustöð sé ekki heimil á svæðinu. Farið fram á leyfileg iðnaðarstarfsemi verði áfram skilgreind sem svæði fyrir aðveitustöð rafveitu. Svæði er aðalskipulagi skilgreind sem iðnaðarsvæði og texti greinargerðar aðveitustöð rafveitu er eingöngu settur til skýringar til að lýsa þeirri starfsemi sem var á svæðinu þegar aðalskipulagi var í vinnslu. Þeir segja að er óskað eftir að farið verði eftir samþykki bæjarstjórnar að veita ekki lóðarstækkun á lóð númer 4 og í staðinn verði svæðið merkt sem gróðursvæði eða skóglendi, en þetta verður lagfært með þeim hætti að textinu mögulega stækkun síðar verði fjarlægður af uppdrætti eins og áður sagði. 7. ábending farið fram á að hámarka hávaðamörk við húsvegg íbúðarhúsa verði breytt úr 50 í 35 til 40 samkvæmt sérstakri skilgreiningu. En ekki fallist á breytingu heldur áfram miðað við að sömu kröfur gild hávaða í þessu íbúðahverfi sem og öllum öðrum íbúðahverfum á Akureyri. Farið fram á ekki verði opnað og undanþágu frá leyfilegum rekstrartíma. Skipulagssvið telur að ekki sé fallist á þá breytingu heldur tekið skal fram að eingöngu að ræða undanþágu frá rekstrartíma, ekki undanþágu frá mengunarkröfum eins og til dæmis hávaða. 8. ábending farið fram á að gert verði ráð fyrir 15 til 20 metra breiðu gróðubelti með háum siggrænum trjám utan lóðar númer 4. Það er ekki fallist á það sem hluta deiluskipulagsbreytingunni og það sé gert ráð fyrir 15 til 20 metra breiðu gróðubelti austan við lóð númer 4. Þrátt fyrir þetta má gera ráð fyrir að gróður á þessu svæði muni smám saman aukast á næstu árum án þess að kvöð sé það í deiluskipulaginu. Og síðasti punkturinn gera þarf ítarlega mengunarmælingar á núverandi ástandi mengunar á svæðinu til að hægt sé að setja viðmiðunarmörk fyrir loftgæði og hávaða. En eins og áður sagði þá í deiluskipulaginu sett ákveðin mörk sem varða hávaðamengun frá svæðinu og því ekki talin þörf á að afla gagna núverandi ástand. Og svo var óskað eftir ábendingum athugasemdir frá Norðurorku en þau gerðu engar athugasemdir og því ekki þörf á viðbrögðum þar.
En samhliða málinu þá einnig lögð fram til að umsögnum efnisatriða athugasemda og umsagna auk álits fyrirverandi skipulagsfulltrúa Bjarka Jóhannessonar á samræmi deiliskipulagsbreytingarinnar við gildandi aðalskipulag. En eins og bókað var á fundi skipulagsráðs 9. október 2019 gert ráð fyrir að lóð númer 3 verði utan skipulagsmarka og skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt ásamt tillögu umsögnum athugasemdir með þeirri breytingu að textinn lóðarstækkun fyrirhugað síðar verði felldur út auk þess sem afmörkun stækkunar verði tekin út og gróðubelti aðlagað að því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú kannski að koma hérna til að gera grein fyrir komandi hjásetu minni í þessu máli. Að mér finnst svona, þetta snýst svo rosalega mikið samskipti skipulagsdeildar Akureyrarbæjar við íbúa og ég hef þá skoðun að það hefði mátt gera það betur þó að ég hafi samt mjög takmarkað innsýn í það hvernig það hefur verið gert. En ég hef svona þá tilfinningu að það sé svona af samráð og samtal við íbúa eða í gegnum hverfisnefndina sé af skornu skammti og hefði mátt vera betur gert. Og mér finnst það endurspeglast pínu í svörunum við athugasemdum hverfisnefndarinnar. Það svona stuðaði mig kannski eins og í fyrsta lið það sem að kemur fram ef ég vitna í svörin, það mat skipulagsráðs að breytingi sé í samræmi við gildandi aðalskipulag. Finnst alveg svona kurteisi allan að segja eða rökstyðja og stjórnvaldið sem auðvitað alltaf sterkari aðilinn í svona málum beri bara þá svona ábyrgð að segja ekki bara ég veri bara ósammála því. Heldur segi hvers vegna. Það hefði tekið einhverja línur þarna og svo finnst mér líka bara eins og ábendingin að það veri gert ráð fyrir trjágróðri þarna og gróðubelti. Það finnst mér persónulega bara frábær hugmynd og hefði einhvern veginn átt að taka betur til greina. En ég held nú samt að þetta mál eins og þetta komið núna, ég meina út frá öllum reglum og svona viðmiðum sem við höfum, þá ætti þetta verið í lagi. Það að segja að það bara ekki boðið að vera með mengandi starfsemi þarna og þá bara eigum við þetta að trúa því að verða ekki mengandi starfsemi þarna. Ég veit að áður komið hérna upp og sagt svona varðandi það að við og þurfum að bæta okkur í að mæla mengun og það auðvitað bara umræða sem fer fram í bænum okkar þessa dagana til dæmis varðandi svifryksmengun að við höfum mjög takmörkuð tæki til þess að mæla mengun og þar getum við gert miklu betur og ég skil ótrúlega vel svona tortryggni íbúana varðandi það en ég skil líka að við getum ekki byggt okkar ákvörðun á því á vantrausti og við verðum auðvitað að byggja hana á staðreyndum og reglum og í trausti á umhverfinu. Þannig ég held að sitja hjá, svo það sé bara sagt. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara rétt til að svara Sóley að þá í þessu máli sem búið að vera ansi langt mál búið að vera hérna í umræðinni í ára ég held það bil að þá margsinnis búið að ræða við hverfisnefndina. Þeir hafa haft greiðan aðgang að skipulagsstjóra og formanni skipulagsráð og þetta fólk hefur fundað margoft og búið að eiga í góðum samskiptum. Þannig að ég held að það sé svo sem ekkert að því ferli. Ég held svo sem ekkert að verja það endilega en síðan það sem að snýra að þeirra kröfum í sambandi við hljóðvernd og annað að þá getum við að mér finnst ekki farið að setja sér ákvæði bara fyrir þetta íbúðahverfi en ekki annað íbúðahverfi í bænum. Við verðum að láta jafnt yfir íbúana í bænum ganga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust.
Þessi fleiri hafa ekki hvað því hljóð þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefumerki. Það eru 9, þeir sem eru á móti, engin og 2 sem sitja hjá, það er Sóli og Eva Hrund.